Já, Tryggvi, þú veist, tap í dag, hvernig líður eftir leikinn? Mér líður alls ekki vel. Finnst þér að áttu að vinna hann leik? Ég myndi ekki segja það. Við vorum mjög lélegir í hálftíma. Erum svo mjög góðir fyrstu hálftíman seinni, þar með við stöðun 0-0. Þá eigum við að skora 1, 2, 3 mörk á þessum kafla. Þannig já, veist, ég veit ekki hvort það hefði verið sanngjarnt en við förum með 0 inn í hálfleik og gerum taktíska breytingu. Förum í auðveldara kerfi 4-3-3 og fáum fullt af færum. Erum flottir í hálftíma og svo svona fjarar aðeins undan þessu, við verðum orðnir þreyttir og þeir fá spræka menn inn og við náttúrulega gefum þeim mark og svo skoraði hann annað í lokin þegar við komum upp fleiri mönnum fram á þau, þannig að ég er mjög sveittur með niðurstöðuna. Þetta er lélega framfyrstaða, sem sagt? Nei, við vorum mjög lélegir í hálftíma, myndi ég segja. Svo svona er þetta jafnt fram að hálfleik, svo gerum við breytingun í hálfleik og mér finnst þetta mjög flottir í fyrsta hálftíman í seinni, þar sem við tökum bara yfir og eigum að skora mörk sem við gerum ekki og okkur er refsað fyrir það. Að stórum málunum, ert þú á leiðinni til IA? Stuttu svaraði já. Okay. Ferðu í sumarglugganum eða eftir? Það er ekkert sem það er þá milli félagana. Ég hef ekkert það að segja. Þannig að ég efast við þá. Eins og það er núna þá er ég bara klár minn samning fyrir val og gera það eins vel og ég get og fer svo skanna eftir tímur. Þannig að þetta er ekki mögulega ekki síðasti leikurinn í Valsliði? Eins og segja, ég veit það ekki. Það er þá milli þeirra, það er ekkert eitthvað sem ég er inn í. Þannig að nei, ég ætla að leyfa mér að efast það. Viltu fara í sumarglugganum? Nei, það er þá milli þeirra. Ég er ekki að fara að biðja að fara. Það er bara ef þeir eru tilbúin að selja mig og skal inn að kaupa mig, þá verður það gert. En ég er í rauninu bara að fara eftir því sem fer á milli félaganna.